Komið hefur í ljós að vinnusemi á starfsstöð Ríkisútvarpsins á Austurlandi hefur heldur betur farið hrakandi eftir að ónefndur forstöðumaður lét þar af störfum fyrir rúmum 2 árum síðan. Ljóst að núverandi forstöðumanni hefur ekki tekist að halda uppi sama aga og sama metnaði og einkenndi starfsemina meðan fyrrverandi forstöðumaður gegndi stöðunni. Hann þótti reynda standa sig afar vel í starfi. Nú telst það til undantekninga ef fréttamenn Ríkisútvarpsins á Austurlandi vinna eitthvað og húsnæðið sem áður iðaði af lífi nú fyrst og fremst nýtt til hvíldar og svefns og virðist hugmyndaflugi fréttamanna lítil takmörk sett í þeim efnum. Þó virðast starfsmenn vel kunna að nýta sér aðstöðu svæðisstöðvarinnar en þá einvörðungu í einhverjum annarlegum tilgangi. Það ekki nóg með að þessir svokölluðu fréttamenn séu latir, heldur eru þeir gersamlega snittir öllu skynbragði á fréttnæma viðburði. Það kann að hljóma ótrúlega, en þessum ótrúlegu rennihurðum hér á Kaupfélagi Héraðsbúa á Egilsstöðum verður brátt skipt út fyrir glænýjar snúningshurðir, hátæknilegar, ekki ósvipaðar þeim og eru í kringlu... Fyrirgefðu ekki, sko. Alltaf þessu aðeins fyrir mig. Takk fyrir. Hátæknilegum snúningshurðum, ekki ósvipaðar þeim og eru í kringlunni... Ég meina, hvað þetta hægt? Ekki ósvipaðar hurðunum og eru í kringlunni í Reykjavík. En það... Takk fyrir ekki, sko. Nei, við verðum bara að taka þetta aftur. Þetta telst vart refsiverð háttsemi þótt hún hafi öll einkenni slæmrar fréttamennsku. Öllu alvarlegri eru þó sannanir þess efnis að gróf fréttafölsun eigi sér stað innan veggja svæðisstöðvarinnar. Svona gerir maður ekki. Æ, bara ógeðslegur. Ógeð. Það er þessi elskæði. Hvað það faðma mig? Einkum og sérilegi á þetta við þegar þeir framleiða fréttir tengdar Kárahnjúkavirkjun. Það er orðið aðeins erfitt að fóta sig á ísilögðu hálslóni eins og það er nú. Enda er ísinn farin að klökkna og farið að vora. En hálslón hefur nú vaxið 45 gígaletra frá því í síðustu viku. En þar áður þá hafði það hækkað 45 cm á Celsius. Og það á enn eftir að hækka. Það er ekki gott? Steinlaði þetta ekki? Nei, Ingi minn, mér finnst að vera komin að ansi hára nýst með þetta allt saman. Hvað meinarðu? Ég meina, við erum ekki farið upp á Kárahnjúka síðan 2004 og stíplan búin að stækka helling síðan. Við verðum að fara að gera kvíðasveit, við erum fréttastofa. Já, ég meina, tókst þetta ekki bara þröngt svona? Já, meina, en samt, þetta er ekki trúverðugt, þetta er blekking. Já, ég meina, þú leggur bara einhverja myndir yfir þetta, við hefum ekki bara að fara að drífa okkur í kaffi. Þú ræðir því, þú ræður, mér er sama, þú ber ábyrgðina. Já. Þá hafa fréttamenn RÚV Aust ekki vílaða fyrir sér að bregða sér í hlutverk viðmælenda ef skortur hefur verið á þeim. Aðbúnaður erlendra verkamanna á Austurlandi er mjög bágborinn. Þeim hefur fjölgað mikið undanfarna vikur og það er ekki til húsnæði fyrir allt þetta fólk. Þeir þurfa jafnvel að búa í tjöldum eins og þessi hér. Fyrirgefðu, hvernig er að búa í þessar aðstæður? Það er bara ekki gott, það er ekki kjötlingar og það kom ekki kjötlingi í svona hús, tjöld, já. Hafið þið talað eitthvað í verkalýðsfélagi út af þessu? Já, þessi álver byrja að koma fullt af kjötlingar og ég býða spenntur eftir þau, já. Búa margir í þessu tjaldi? Já, við erum tvær, já, reitt gaur hérna, já. Get ég fengið að tala við hann? Já. Og við skulum sjá hvað félagið segir. Það er greinilega ekki mjög gott að búa þessar aðstæður. Það er kalt hér úti og frost enda miður vetur en þá. Hvað segir þið? Er einhverju fleiri þarna inni? Halló? Já, halló. Já, Halló. góðan dag. Góðan dag. Hvernig er að búa í tjaldi á Íslandi? Já, það er æðislegt. Æðislegt, bara gott að veður og mikið gott að stöf. Já. Og er gott kaup? Ok. Oopsie daisy. Já. Já, heyrðu, þakka þér fyrir, ég ætla ekki að trufla þig lengur. Ekki tjekka, já, sayonara. Hvort hlutirnir komið til með að færast til betri vegar á svæðisstöðinni með OHF-væðingu Ríkisútvarpsins er ekki ljóst. Eitt er þó víst, svona væri málum ekki háttað ef ég hefði verið við stjórnvölinn. Þetta er Björn Malmquist sem talar frá Bandaríkjunum. That was not comprehensive.